Jæja, gott kvöld, góðir áhorfendur og verið velkomnir í þessa útsendingu af fyrstu keppni í Tier 1 árið 2022. Daniel Rúnar Jónasson heiti ég og með mér er hann Ingi Þór Tryggvason. Þú blessaður, Ingi? Góða kvöldið og gleðilegt nýtt ár. Já, Þetta verður eitthvað. gleðilegt ár. Þetta verður nefnilega eitthvað, sko. Við erum bara á fyrsta útring basically, það er enginn búinn að setja tíma ennþá. Það keyrðu bara allir einn ring og fóru svo skiptu á medium, þannig að við bíðum spennt eftir að sjá tíma, þetta verður eitthvað. Það er mikið af Nissan GT-R þetta tímabilið, Daniel. Já, þetta er GT-R seasonið myndi ég segja. Er þetta ár Godzilla? Já, þetta er svolítið svoleiðis. Já, það er ólíkt því sem var í Tier 2 í gær, en við horfum alveg glæsilega keppni hérna í gær og það má búast við að verði svipaður slagur hér í kvöld því að þessi braut býður upp á rosalegt racing. Já, þetta er í rauninni braut sem er búin til af Polyphony Digital sem er þeir sem framleiða leikinn, en þetta er ekki alvöru braut en hún er byggð á alvöru staðsetningu sem er Saint Croix fljótið eða lækurinn, lækurinn, hvað er þetta? Stöðuvatn held ég, í Frakklandi. Lækur, já. Já. Smá braut og lækur. Já. Þetta er engin smá braut, sko. Já, þetta er flott braut, sko. Það sem að gerir hana er áhugaverða eru langir kaflar sem er auðvelt að drafta á og sérstaklega hvað hún er breið af því að það gefur mönnum færi á að taka mismunandi línur án þess að klúðra einu línunni sem er í boði, þú veist, þú getur farið tvær línur og jafnvel verið jafn hraður, bara pínulítið öðruvísi, þannig að þetta verður svona eins og að horfa á mótorhjólakeppni, það verður miklu meira, þú veist, 3 í beygju við hliðina á hvorum öðrum heldur en við erum kannski vanir að sjá. Já, þetta er einmitt mjög breið braut og það er í rauninni bara einn kafli sem er dettur í hug sem er með fasta línu í rauninni og það er S-beigjurnar sem koma ef ég er að fylgjast með Evu núna og þá erum við að sjá hana detta inn á hann kafla eftir eitt augnablik en það er þegar við ferum niður brekkurnar í S-beigjunum áður en við beygir inn að brúna. Já, það er eiginlega hárrétt hjá þér. Þetta er sennilega eini staðurinn í brautinni þar sem er ekki ráðlegt að keyra hlið við hlið. Þetta er bara slaka frekar á og gefa sætið sitt að verða auðvitaðverðu því að það enda með úrsköpum og reynir að fara akkurat þarna fyrir í einu. Það er bara ekki pláss. Það er bara ekki pláss þarna. Svo ertu komin að brúna og þá getur þú gert það sem þú vilt. Já, en það er hættulegur kanturinn þegar maður kemur upp á brúna og ég fekk að kynnast því í gær, sneri bílum þar á hring 2. Já. Fór alveg með kæruna og það lendi fleirir á þessum kanti og þannig að já, þetta verður eitthvað. Þetta verður algjör veisla. En við erum hérna 2:07,6 frá Evu, það er fyrsti tíminn sem við sjáum. Þannig að nú eftir að fara eitthvað niður þessi tími. Jú, var ekki Ívar Eyþórs með hvað, 2:05 eitthvað í gær, besta tíma? Hann var alveg með fáránlega hraða tíma og við óskum Ívari Eyþórs alveg innilega til hamingju með fyrsta sigur sinn í Tier 2 í gær. Hann kom bara, já ég veit ekki, kom bara sá og sigraði. Ég bara átti ekki von á þessu, svo mætti hann bara í keppnina og basically rasskelt okkur alla. Það er akkurat þannig sko, ég var að fylgjast með þessu frá hliðarlínunum heim hjá foreldrum mínum og þetta var alveg rosalega spennandi keppni og gaman að sjá þetta fallega livery á Nissaninu hans keyra í gegnum markið í fyrsta sæti. Já, þú hefur alveg verið sátt með það. Það er ekki einhverja prósentur. Allt í liveryinu sko. En svo ég kíki nú á spjallið þá eru nokkrir búin að bjóða okkur góða kvöldið en það er Andy Reiner. He's back from the UK, ready with tea and biscuits to support Team Supernova. Welcome to the stream. Svo erum við með Gunnar Ágúst og Agnar Freyr og Ívar Eyþórs. Hann hefur verið að horfa okkur hrósum í beinni útsendingu. Illugi er komin Róbert og Gunnar Ágúst og já, Gunnar Ágúst spyr okkur Eva er á RH-dekkjum.
Býtu, af hverju ert þú að sjá eitthvað chattan en ekki ég? Vegna Ekki þess að tala um ég- YouTube-inu? Jú, ég er að stríma þessu, þú náttúrulega getur ekki séð þetta í gegnum tölvuna þína. Þú verður að horfa á þetta á YouTube. Já, ég er með YouTube opið fyrir fram með mig til að fylgjast með chattinu, en ég er svo einu sem hefur sagt eitthvað í chattinu. Nú, Weird, ég ætla að reloada þetta. já, það er eitthvað skrítið. Merkilegt. Það er Það ennþá er eitthvað svona. skrítið, en kíkjum hérna aðeins yfir keppandalistan. Það er svolítið breytingar hérna. Nei, við sem að Diego er komið 206. 206 eina með þess að. Vel gert. Hann er búinn að vera alveg leiftur hraður á æfingum. Hann, Diego, búinn að keyra grimmt og æfa sig mikið. Það verður gaman að sjá hvað hann gerir í kvöld. Ég spái því að hann verði í topp 3. Já, hann er grunað nýtt jólafríið í dífaræfingar. Já, meðan að sumir lágu í konfettkassa og Bioneer, þá hérna voru aðri bara að leggja tíma í GT Sport og það uppskerst í kvöld. Já, nákvæmlega. Skeiri er líka búinn að vera að bæta sér mikið finnst mér undanfarið, það verður gaman að sjá. Þeir eru báðir svolítið að koma sterkir inn, byrjuðu hægt á síðast ári tímabilið en eru búinn að vera að bæta sér svolítið. Já, þeir báðir að vísu, vísu... þeir báðir að venjast Skylarinu væntanlega en eða GTR-inum. Þeir keyrðu hann báðir í fyrra eða ekki? Gerðu Ég held að þeir séu aðalega bara að venjast setupinu eins og margir. Já, það getur verið líka, já. Það komu sumir inn í þetta tímabil miklu tilbúnari heldur en aðrir þegar koma setupi og það eru margir búin að vera svona playing catch up sem er svona pínu að jafnast út kannski núna. Hérna er Jón Ægir kominn upp í 3. sæti, um leið og ég segi þetta þá tekur Gunnlaugur annað sætið af honum Hannesi. Það er allt að gerast hérna. Já. Þetta verður svakaleg keppni sko, það er bara, þetta er orðið spennandi tímatökur sko og keppnin er ekki einu sinni byrjuð. Það er ennþá 5,5 mínútur eftir að tímatökum. En já, á meðan við erum með tímatökurnar í gangi og viljum nú samt hérna reyna að fara yfir þá sem eru nýjir hérna en það náttúrulega var smá stokkun í Tier 1-deildinni áramótin en hérna Team Autocenter, Halli og Skúli, þeir sögðu sig úr deildinni og í staðinn fyrir þá og sömuleiðis hann Stefán sem að datt úr hérna í seinasta tímabili vegna þess að hann hreinlega hafði ekki tíma, hann er á öðru tímasvæði, þetta var fullt seint fyrir hann, þessar keppnir. En hérna, þeir þrír höfðu dottið út fyrir áramót og í staðinn eru komnir hérna Doddi og Maggi Ingólfs í hérna tím, hvað var aftur nafnið á liðinu? Það var Faster and More Furious Racing, nei ekki alveg þannig, hvernig? Too Fast, Too Furious. Þetta var eitthvað, veitu, ég er með þetta hérna yfir skjánum hjá mér. Þetta liði þeirra, hvað heitir svo gott sem Faster, More Furious Racing. Nákvæmlega. Og þeir eru náttúrulega með bíl sem segir Furious, þeir eru að keyra Corvettina upp á spílinn minn. Já. Það verður gaman að sjá hvað þeir gera í Tier 1 en þeir kepptu í Tier 2 fyrir áramót. En deildirnar er einmitt skipt þannig að Tier 2 keyrir 2 tímabil, það er haust og vor. En við erum basically að 9. umferð núna í Tier 1, þannig að hálft tímabilið og 9 menn, þannig að þetta er smá uppstokkun en við erum samt aðeins hálfnuð. Já. Þannig að það er stigabaráttu í gangi og það er kannski ekkert vitlaust að henda gildum stigum í lofti þannig að við vitum hver staðan er þegar við ræsum þetta. En sá sem leiðir Tier 1 er Hannes Jóhannsson í Team Supernova, hann er með 160 stig. Eva María Knútsdóttir, liðsfélagi hans í Supernova, er með 141 stig í öðru sæti. Síðan er það Davíð Rúnar í TGR Iceland með 129 og svo ætlum við að fara hratt yfir restina. Í 4. sæti er núverandi Íslandsmeistari Kári Steinn. Það er Nokko Racing, Jón Ægir er í 5. sæti í Bíkó. Gunnlaugur er í 7. sæti sem er hér í 3. sæti í tímatöku.
Þorsteinn í 7. sæti og hann keyrir fyrir TGR Iceland eða Toyota Gazoo Racing. Síðan það Jón Valdimars, Ásgeir Snorra 9., Ævar Valur 10. og Guffi Þorvaldsson í 11. sæti og svo þessi 9 sem kom inn, þeir eru þar fyrir aftan. Já, hann það og svo við gleymum nú ekki að telja upp alla sem að koma inn, en ég var nú bara búinn að telja upp Magga Ingólfs og Dodda eða Þórð, en sá þriðji nýji sem er að koma inn er þessi maður Lexotan, Sigurður heitir hann. Hann hefur keppt áður hjá GTS Iceland en dró sig í hlé vegna þess að hann fór í aðgerð minni mig, en núna er hann kominn sterkur inn aftur og kominn beint í TR1. Herðu, hún Eva María var að setja dundur tíma 2:05. Já, sælvertu. 2:05.675. Þetta er engin smá tími sem er í gangi hér. Hefur Vá. sko ekkert slegið af í jólafríinu, hún Eva. Nei, það eru 10 tímar á dag, lágmark. Og Hannes kominn upp í annað sæti aftur. Já, Hann var að það fara er niður í 2:05 líka. Diego, Ævar Valur Diego, hann er í 3. Nú Guðlaugur er 4. Jón Ægir kominn á Nissan GTR, þeir skiptu bíl, Team Biko. Það voru nokkur lið sem skiptu bíl og meðal annars Team Biko, þannig að við munum sjá mikið af Nissan GTR. Það er Jóna með sé ég alveg rosalega stóra Datsun-limmiða á bílum. Alveg eitt stóran á húddinu og einn á skottinu líka. Já, þetta er svona, hvað við segja, nett sjálfsmótmæli í húmor. Já. Nákvæmlega, og með Pro-limmiðan líka, þannig að það fer ekkert fram hjá neinum að hér er atvinnumaður á ferð. Nákvæmlega, Factory Racing Datsun Driver. Já. En liðsfélagi hans Jóns, Jón, gat ekki tekið þátt í kvöld. Nei, gamla sjá Maggi Ingólfs á korvetinu komin upp í 5. sæti. Já, hörku Nýr í árangur TR1. Jón. Já, þetta er ánægð með hann, flott hjá honum. Kári er í einhverjum vandræðum, hann hefur ekki náð að setja í nógu góðan tíma en þá hann er 11. Já, það er svolítið óvinnulegt fyrir ríkjandi meistara í TR1-deildinni. Ekki bara einfaldað, þetta er 2- og 3-faldan ef ekki rétt. Allan 2-faldur, já. En þá er spurning hvort hann á að bæta sig eitthvað. Við sjáum að hann er á tímiðum hring og hann er á ferskum dekkjum, þannig að það er möguleiki hvort hann á að bæta sig eitthvað þennan hring. Já, skulum fylgjast með þessu og sjá hvað Íslandsmeistarinn gerir. Kári Steinn. Jón Ægir var að bæta tíma sinn. Hann fór upp í 4. sæti. Vel gert. Og Skeiri var að bæta tíma sinn líka og hann fór upp í 5. sæti. Vel gert. 10 sekundubrotum eftir Jón Ægi. Já, og það er ekkert rosalega stór munur á milli manna, sko. Þetta er... Og þessi brautir líka þannig, sko, ef þú ert fyrir aftan einhvern, þá getur þú verið í svo góðu drafti að þú getur eiginlega hangið í ökumanni sem er hálfur sekúndur hring hraðar en þú. Þannig að þú veist, þetta gæti orðið skrautlegt. Það verður eitthvað hérna. Ég veit að Diego og Jón Ægir eru mjög æstir í verðlaunapall. Já, akkurat. En það er Supernova sem er í 1. og 2. sæti, Eva með pól glæsilegt hjá henni og það er Hannes í 2. Og það eru 0,254 sekúndur þar á milli. Það er ekki neitt. Það er rosalega lítið. Og það er álíka mikið í 3. sæti, þannig að þetta er hálf sekúnd á milli 1. og 3. sætis. En þá komið þessu. 27 hringir eftir af fyrstu keppni TR1 árið 2022. 9. umferð Íslandsmótsins. Þetta verður eitthvað.
Binni Skaram kom inn í spjallið, býður okkur gott kvölds eða góðs kvölds. Þetta verður spennandi reis, það verður gaman að fylgjast með þessu, sjá hvað gerist hérna. Já, og við skulum líka veita því athygli á hvaða dekkjum ökumenn eru að starta þegar við sjáum það. Ökumenn þurfa að keyra bæði á medium og hards og segir sér sjálft að medium betra, en á hverju byrjaðu þau? Já, Eva byrjar á harddekkjunum í fyrsta sæti. Hannes líka á hards og Ævar Tík, já þau eru öll 4 á hards. Það er ekki fyrir að Maggi í 7. sæti sem er á medium. Fyrstu 6 bílarnir eru allir á hard. Það er ekkert annað, það er bara fyrsti bílinn sem er ekki Nissan er á medium. Já, fáum við að sjá vettuna klifur upp listan hérna. Það væri gaman að sjá það. En Eva leiðir. Það er svona ökumenn fyrstir í hraðasta hringstig. Það er eina logical ástæðan fyrir að byrja á hard að mínum mati. En fyrsta spáin er komin í loftið, það er hann Ívar Eithórs, hann spáir Evi í fyrsta sæti, Hannes öðru og Jón í 3. sæti. Já, flott spá, haldið áfram að dæla visku ykkar inn í spjallið. Ég ætla að spá Evu fyrsta sæti, ég ætla að spá Diego öðru sæti. Já, ég hef svolítið búinn að vera að hugsa það sama, sko. Og Hannes 3. Ég ætla að gera stjarfur. Og ég ætla að segja Diego, Hannes, Jónæir. Já. Bara svona, þú veist, það er svona háa líkunar af því að svo ólíklegt að gerist. Er Diego búinn að ná fram úr Hannes hérna? Já, já, já. Stopp! Og Jónæir hennar rétt fyrir aftan líka. En sjáu þetta, Diego, hann er ákveðinn á fyrstu ringjum. Eva komið með smá gap og það er mikilvægt fyrir hana að hún er búin að brjóta þá lengd á milli bílana sem hún þarf til þess að hafa ekki áhyggjur af að Diego fari í slipstream og það er rosalegur kostur. Hannes er hérna bara í stökustu vandræðum með að halda bílunum fyrir aftan sig, sko. Hann er að keyra svo mjög defensive hérna. Já. Það er nefnilega auðvelt að missa ökumenn frá sér ef maður týnist í baráttum við einhvern fyrir aftan sig og er að reyna, á meðan maður er að reyna að nálgast einhvern fyrir framan sig. Þetta er, eins og ég segi, þessi braut, hún er bara, hún öskrar racing! Já, nákvæmlega. Svo er komin hérna önnur spá í loftið og þetta Róbert, hann spáir ekki einungis 1. til 3. sæti, heldur spáir hann 1. til 5. sæti. Og það er sem sagt Eva, Hannes, Diego, Jónæir og svo Skeiri. Já, það er bara nástríkt aðeins mættur. Vel gert. Agnar spáir Evu, Hannesi og Diego. Þannig að það virðist vera mjög vinsælt og nokkuð svona örugt að spá Evu 1. sætinu. En veitu, hvað var ég að sjá hérna að gerast? Fannst þér að ég væri að sjá hann Jónæir vera að reyna að taka fram úr honum Hannesi, en hann þessaði sveitunni í vegginn hérna, missir smá hraða. Neistar frá honum alveg. Hann komið fallegt nýtt Supernova logo hann aftan á bossan, hann Hannes. Já, það er svoleiðis. Ég get ekki betur séð. Þetta er alveg að sjá alla þessa Nissana hérna, maður. Úff. Gott, one-way keppni í fyrstu, 6 sætunum? Gojira Cuppus. Ef það er komið 1,5 sekundu á hann Ævar. Og Ævar er búinn að missa eða losa Hannes úr slipstreaminu. Það er greinilega að kosta Hannes svolítið að vera búinn að halda Jónæi fyrir aftan sig. Já. Og Hannes er ekki það heppinn að vera laus við Jónæi úr slipstreaminu. Ekki ennþá, nei, en sko Jónæi er svo bara með Skeira í slipstreaminu og Skeiri með Gunnlauga, þannig að það er bara, hér er allt að gerast í fyrstu 6 sætunum, sko. Þetta er rosalegt. Nissan lestin.
kíkja hérna, já, það nú bara þvílíkur slagur, 7, 8, 9 líka, sko. Kári, Davíð Rúnar og, Maggi Ingólfs. Já. Mikil pressa á Davíð Rúnar, Kári hérna, liggur í skottinu á honum. Og Davíð Rúnar pressar Magga Ingólfs á sama tíma. Nei, heyrðu, Guffi með skemmt komin inn í pittin. Dottinn í seinasta sæti. Ég ætla nú að fylgjast með topnum hérna áfram, sant? Hannes aðeins að minnka bilið í Diego og hann að ná að stytta, eða sem sagt minnka lengja bilið í Jónægir, þetta það sem ég var að reyna að segja. Ekki akkurat núna í sluttruminu. Ekki akkurat núna, nei. Binni, Skram, hann spáir sem sagt Datsun, Nissan og Datsun. Vel gert. Það góð spá. Það sé nokkuð örugg spá. Já, hvort að Jónægir að hanga. Nei, Jónægir hérna út inn í vegginn. Hann ætlaði sér svo í sluttruminu. Já, bara komin inn í pressu frá Skeiri komið fram úr honum. En gerir hann allugu strax aftur eða? Hann strax komin í slipstreami á Skeira, þannig að hann getur alveg gert allugu inn í næstu beygju. Skeiri fer smá defensive hérna. Svo, nærlega undercuttan, nei. Nei, aðeins hérna orðið svolítið lausbílinn hjá Jónægi. Jónægir þarf að taka djúpananda, aðeins að róa sig. Hann svolítið að yfirkeyra í æsingnum og þessi braut alveg stórhættulegt þegar kemur að því að yfirkeyra, hún refsar manni fyrir það. Maður þarf að finna flæðið og vinna með því. Þetta snýst að exita beygjur vel. Það svo langi beini kaflar og þetta svo hraða beygjur. Þetta snýst ekki að koma stratt þú getur inn í þær, heldur að þannig stratt þú getur út úr þeim og gera þetta smooth. Þannig að yfirkeyrsla vinnur yfirleitt á móti manni ef maður lendir í því sem alls ekki, það mjög auðvelt skulum við segja í kappakstri að byrja að yfirkeyra. Það þarf ekki annað en að einhver sé í speglinu fyrir aftan mann. Já, nákvæmlega. En það ennþá sama pressa hérna á Magga Ingólfs. Davíð Rúnar að keyra alveg í kjölsóðinu á afturstöðarunum hjá honum á Subarunni hérna að reyna að ná fram úr honum, en virðist ekki vera að ná að takast það. Corvettan alveg svakalega hraðskurður bíl á beiniköflunum, þannig að það erfitt að vera að elta hana og reyna að ná slipstreaminu. Gunnlaugur gæti verið að gera allugu að Jónægi, hann alveg límdur í aftanendan á honum. Á Gunnlaug, hann reynir, fer hérna í ytri línuna. Spurningum það hann að reyna undirköttið. Það var nokkri sem tóku fram úr auðhafur í gær. Liðsfélagi minn Arnar bróðir, hann tók glæsilega... Hann bara komið fram úr? Glæsilegt, vel gert. Já, ég ætla að segja, hann á að taka fram úr þannig á fyrsta hring og stingast þér í fyrsta sætið. Það auðhafur, það var mjög fallegt. Eins og segi, þetta breið braut, hún býður upp á hluti sem að marga brautir bara gera ekki. Jónægi komið niður í 7. sæti, þvílíkur skellur. Já. Og Ásgeir komin út af. Ásgeir fór í stundum. Hann að missa hérna Kára. Náið þessu hérna á replay. Hvað kom fyrir hjá honum Ásgeiri? Ásgeir, hann búinn að skemma bílinn líka. Hann þarf að fara í pittul og það laga. Hann skemmta vél og fjöðrun og framhenda. Já, þetta ekki nógu gott. Bremsa öllum seint, svolítið unsafe entry hérna líka, fyrir svolítið inn á braut og fyrir hvað Magga sýndist mér. Þetta ekki gott fyrir Ásgeir, þetta leiðilegt að sjá þetta. Nei, býtu, hvað að gerast þetta? Það var Jónægir hann fór í vegg, hann á beinakaflanum að reyna að snúa við. Jónægir, hann hérna nummer 5. Hann í 10. núna. Replay á Jónægi. Ég veit ekki hvað gerist, ég sá bara... Vá, ég trúi þess ekki. Nei, þetta einhver smá steiftur veggur ég á ekki til eitt aukatekið orð. Og hann þarf að taka heilan hring á skemmtum bíl, ég á ekki orð. Þetta sennilega mesta óhöfnið sem ég hef séð í tíu rittkeppni bara fyrir eða síðar, sko. Þetta eiginlega næst mesta óhöfnið þegar hann
mista tímatökum. Það er Jónaðir. Frá því að vera að berjast þriðja sætið er hann núna bara haltrandi í pittin í 10. sætið. Þvílíkt drama hér á fyrstu ringjum. Hann var að reyna að slipstreama þarna og bara fer aðeins. Það er einhverju pixlar af auka vegg sem að fara út fyrir og bara það stoppaði bílinn hans. Kíkað á Kára og Davíð Rúnar, þau eru í hörkubaráttu. Kári er hér liggjandi í slippinu. Þetta er baráttan 7. sætið. Báðir á harddekkjum, þannig að það er engin dekkjamunur hérna. Þeir eru að halda þokkalega vel í Magga Ingólfs sem er á medium dekkinum. Já. Já, ég bara, eins og Ívar segir hérna í spjallinu, það er einn pixel sem bara er hérna aðeins út fyrir á veggnum og hún tókst að klessa á hann og bara stúta bílum sínum á Jónaði, sko. Því líka óhefni. Ég sá þetta bara svona í fjarlægð, við vorum að fylgjast með öðrum ökumanni. Ég sé þetta bara svona út beinakaflan í fjarlægð, hann bara snýst á miðjum veginum allt í einu. Það er gott ég náðu þessu því að annars hefði allir mistað þessu. Já. Replay maður. Thank God for replay. Þessi takki er alveg það besta sem hefur fundið upp, sko. Instant replay, people. Best thing that ever happened since VH. Waffos. Waffos, já. Since VHS. Jæja, við erum á ring 6 að 27 og þetta er bara búin að vera eintóm veisla so far. Ég er ennþá að fylgjast með Kára hérna að reyna að gera allu að honum Davíð Rúnari. Já, mér sýnist þetta að vera eina baráttan á brautinni eins og staðan er. Ég læti vita ef það gerist eitthvað annað hérna á öðrum stöðum. Þetta er eina sem er í bara rændir af góðum slögum út af þessu atviki bæði hjá Skeira og Jónæi, sko. Já, þar fór mín spá út á gluggann. Alveg gjörsamlega, sko. Allir að endurskrifa spána sína núna. Free pass. En spáin mín stenst enn. Ég spái Evu, Diego og Hannes og það er svoleiðis staða núna, þannig að það er spurning hvort að ég mun reynast sannspár hérna í fyrsta skipti frá því ég byrjaði að giska. Já, sáum hvort að Kári stingi sér inn fyrir Davíð núna, hann liggur í sleipinu. Já, hann virðist alltaf reyna, hann gægist þarna, hann fer ekki alveg. AMG-num vantar bara smá endarhraða hana til viðbjótar, sko. Já, Supran reyndar er með alveg rosalega endarhraða líka, sko. Já, hún er kraftmikil Supran. Þegar maður er í keppnum sem er ekki með setup leið, að þá er Supran í rauninni sennilega bara langbesti bíllinn í leiknum, held ég, sko. Hún er besti bíllinn í leiknum að mínu mati þegar að þú mátt ekki vera með setup, það er bara þannig. Og þegar að dekkjaeyðsla er ekki talin. Já, nákvæmlega. Sem sagt í daily races, í daily races. Tímatakk á daily races finnur ekki betri bíl í dag. En það er hægt að vinna á öllum bílum, sko. En bara sumir gera það auðveldara. Þessi barátta það lít út fyrir að vera auðveldara. Já. Þessi barátta er búin að vera alveg, þeir eru búin að vera með svona 2 metra á milli sín alveg núna í 3 hringi. Já, þeir eru orðnir mjög sveittir núna að Kári að reyna að taka fram úr og Davíð að reyna að halda honum fyrir aftan sig. Þannig að... Já. Það sem er að frétta á toppnum er að Ævar Diego er komin 1 sekúndu fyrir aftan Evu. Hvað er að frétta? Hann er að ná henni. Ég er að horfa inn á tíman hjá Evu og það lítur ekki út fyrir að hann hafi gert einhver sérstök mistök. Meira það bara að Ævar Diego er búinn að vera að hraða á sér. Þetta er áhugavert. Þetta er áhugavert, en hann er líka að slíta dekkinu með hans hraðar. Hann er þekktur fyrir það. Já, það var seinasta reysið sem hann fór svolítið illa með dekkin sín. Hann er þekktur fyrir sín dekkjaslit. Mást ekki eftir laginu hérna með Latta í gamla daga. Nei, ég get nú ekki sagt það. Það var lag, sko, sem var knattspyrnumann sem var þekktur fyrir sín þrjumur skot.
Ég ætlaði nú bara að transa sér yfir fyrir ykkur en ég skal bara sýna mér leiðina heim. Þetta kannski fyrir minn tíma, það aldrei að vita, ég. True, ég alltaf 70's child. Já. En hún nú eitthvað búin að pikka upp peysi hún eða hún búin að bæta smá í þetta. Ég forvitin að vita hvað gerðist, því að hún var alveg rúmar 2 sekúndur áðan, sko. Fór Hannes aðeins utan í vegginn út úr seinustu beginni og núna sko Gunnlaugur bara að nálgast svona, já, hann að nálgast Hannes svona hægt og bítandi. Já. Það reyndar endist ekki lengi, hann bara leið og Hannes náði bráðanum og fór í næstu beygju, þá byrjaði hann að auka bílið aftur, þannig að... Já, ég hef samt trú á Gunnlaugi, hann búinn að vera að keyra vel og það eitthvað að gerast hann hjá honum. Herru, ég ætla nú að kíkja hérna á Kára og Davíð Rúnar, þeir eru eiginlega allan tíman bara eins og einn bíll á mappinu, sko. Þeir eru að keyra svo nálægt, sko. Já, þetta flottur akstur og það heldur ekki auðvelt að keyra svona nálægt eins og Kári að gera fyrir aftan bíla því að hann missir svona tímabundið downforce sem sagt við að vera í óhreinu lofti fyrir aftan bílinn og stundum getur maður bara hreinlega keyrt út úr brauta því maður missir grip. En sjáu hérna, nei, það eins og hann sé alltaf komin í stöðu til að fara að slipstreama á fram úr en það bara eins og hann hafi ekki hestaflinn til að halda áfram með verkefnið. Já, hann vísir slipstreamaði ekki þarna, þar sem að Davíð Rúnar fór mjög defensive þarna og góða varnarlínu. Ég alls ekki að segja að bensín sé kraftlítill, sko, alls ekki. Já, tjekkum borð hjá Kára, það væri gaman að sjá hvað er gerast. Fylgjumst aðeins með hérna, skoðum hérna afturundan á þessari falliðu Subaru. Já, Jæja, kíkar inn fyrir, komið innri línu. Nú þannig að bara bremsa seint og passa að hann undirkött ekki. Eða fara auðvitað að vera á hann, já. Alveg klúðraði þessu nú svakalega maður. Ég alveg gjörsamlega klúðraði þessu overtake viewi hérna, rakst í eitthvað takka og fór í eitthvað myndavélaflakk. Wax up, Danielsson. Sjáu þetta, hann ætlar ekkert að gefa þetta eftir að Davíð Rúnar Kári komið fram úr en Davíð alveg hangir í honum, heldur pressunni og hann fara svolítið að halda pressunni því að þetta snýst að vera innan 0,75 sekúndna frá þeim sem voru að elta því að þá getur í raun og veru alltaf grætt alveg upp í 0,3 á beinuköflunum bara við að vera í slipstream en leið og hraður ökumaðurinn er kominn fram úr og búinn að missa slipið þá horfir bara á að hverfa en meðan slipið er í boði þá var allt opið. Þetta er yndislegt. Guð hvað ég elska kapastur. Davíð er að keyra Subruna hérna alveg 100% rétt hérna, hann er að skipta hérna rétt fyrir ofan gíramerki, þar vill Subran neyherðið þegar hann aðeins utan í kantinn. Eva er aftur að slíta sig frá Diego, hann er búinn að auka spilið alveg góða sekundu þar. Þannig að það er lítið að gerast á toppnum, Maggi var að fá sekt í 5. sæti. En er ennþá að keyra og á alveg... Heyrðu, hvað gerist þarna? Davíð komið fram úr Kára aftur. Já. Akkur ég get ekki fengið cinematic viewið. Þannig að? Þetta er bara... Kári að fara yfir vegginn. Átt keppninnar svo far. Ef þeir halda þessu út í 27 hringi þá getur þurft að gefa þeim báðum driver of the day verðlaunin. Já. Nei, þannig að svona miðað við hvernig keppnin er búin að vera núna þá ætla ég að setja driver of the day sko mér langar rosalega til þess að setja á Diego en mér finnst líka að Eva ætti alveg skilið sko. Eigum við bara að kjósa mann ársins í janúar Já. Það er nógu eftir. Það var allt eftir að breytast á eftir. Nefnilega þannig.
En Diego er Og- að standa sig rosalega vel í þessu reysi og ef hann er að halda þessu upp og halda dekkinu sínum í lagi að þá þá á hann mjög góðan sénsina sko. Já, Að minnsta kosti ég, í annarsætti sko. En ef algjörlega, hann náttúrulega bara algjörlega. heldur áfram sko, settum sið og er bara í fyrsta sæti og er bara horfinn líka sko. Kannski ekki alveg eins mikið bil og hann hefur svona vanið sér á en Þetta eru 3 sekúndur. þetta eru 3 sekúndur. 3 sekúndur eru langur tími þegar kemur að kapakstri. Já, við erum með 10 ringi, það er 0,3 ring, basically. Starfræði mín er ekki að klikka sem að kemur nú ekkert á óvart en látum það slaga. Nógu gott fyrir útsendinguna. Já, nákvæmlega. Já, það virðist vera svona nokkuð, það er alltaf einhverja kringu 3 sekúndur á milli allar ökumanna hérna. Eva, Diego 3, Diego, Hannes 3, Hannes Kingstar, síðan það tæpar 6 sekúndur í Magga Ingóls og þannig að það eru búin að dreifa sér svolítið nema félagarnir Kári og Davíð. Þeir eru að vinna í þessu saman. Þeir eru að bjarga sér út af því. Hérna núna. Já. Hann Þeir er eru hérna að alveg við hliðina á en hann er með innri línuna. Ég veit En bara hann að spurning þetta hvort sé að déjà Davíð ná vu í hérna. endurkvættinu. Þeir eru alveg hlið við hliðina sko. Þetta er glæsilegt, þetta er poetry Það in er motion. bara þeir slást saman hérna í beginni. Smá nudd, ekkert alveg lætt. Það er ekki hægt annað stundum. Þetta er mjög flott að sjá. Ja, Kári náði 7. sætinu hérna. Já, þetta kannski hefur ekki hjálpað mikið í því að ná Magga. En þetta er búið að gefa okkur mjög fallegt sjónvarpsefni. Já, þetta er svona mjög góð staða sem þeir eru í að vera aðeins 5 sekúndum fyrir aftan Magga þar sem þeir eru báðir eftir 9-9-4 Davíð aðeins og vítt. En heldur þessi samt. Já, misti þannig smá stjórn og klúraði Apexinu, ekkert alvarlegt. En já, eins og ég var að segja þá er þetta mjög gott fyrir að vera svona nálægt honum Magga sem að hann á eftir að fara á harddekkin en þeir eru eftir að fara á mediumdekkin. Já, mikið rétt. Þetta snýst þeim í vil eftir pitstop. Þá þarf Maggi að fara lítið í afturspeglinn. Það er nú ekkert langt til liðsfélaga hans Magga, Dodda, hann er í 8. sæti, 2,5 sekúndur fyrir aftan Davíð og Kára og þeirra baráttu. Hann er að hard. Já, hann er að hard, þannig að hann geti hugsað að ná Magga líka á eftir. Þegar hann svissar yfir á medium. Það er ekkert að frétta inn á toppnum, maður er ennþá bara Maggi er svolítið duglegur að fá sekt, er þetta alltaf sama sektin sem hann er með? Nú bara er ég ekki viss sko en Nei, þessi sekt í rauninni hefur ekki mikið að segja nema bara ef hann er með sektina þegar hann fer í gegnum endamarkið á seinasta hringnum sko. í raun og Það veru. ámundast sektin upp í næstu sekúndu. Já, þessi sekt segir mér hins vegar að hann er búinn að vera að sleikja handriðið eða eitthvað. Já, hann er búinn að vera að skera beigurna svolítið. Það er búinn að vera eitthvað neistaflug í gangi hjá honum. Kári er svona að búa til bíl hérna á milli hans og Davíðs eftir að hann náði fram úr. Þannig að það er spurning hvort þessi barátta sé búinn. Já, hann er loksins að fá smá frið til að anda og getur bara einbytta sér að taka línuna sínar eins og hann vill taka þær. Það er svolítið erfitt stundum þegar maður er með annað augað í afturspeglinum. Athyglisvert er það samt að ég er að kíkja hérna á Jóna núna en hann hefur eftir að hann fór í pittinn til að gera bílinn sem farið aftur á harddekkin. Þannig að hann ætlar greinilega að taka eitthvað svakalegt medium stint hérna undir lokinn. Já. En reglurnar eru þannig að þú verður að vera á einum gangi af medium að minnstakosti. Og þú getur ekki tekið allt reysið á medium þannig að þú verður að pitta einu sinni og fara á harddekkin líka. Já, hann ætlar að fór svo snemma inn að hann Já, aldrei gerir geta það, klárað á. fyrir snemma, sko. Já, hann
Já, það verður gaman að sjá. Hann nú búinn að minnka bilið verulega í Lexotans sem í 12. sætinu, en það verður gaman að sjá hvað hann nær að klifra sig upp listan. Og ef hann fer rosalega hátt, þá kannski fær hann dræfur á þessu dagi. Hver veit? Aldrei að vita það. Engið barátta í gangi hana? Og þú mátt að sjá. Það virðist nú vera eitthvað lítið það núna. Það að minnka bilið í Hannes frá Gunnlaugi, það kannski mjög svipað á þann. Það datt í stuttastund hana í 2 sekúndur. Diego að ná að halda svona nokkuð stöðugu 3,2 sekúndum í Evu, eða Eva að ná að halda honum svona. Það alveg jafnt bilið. Já, þetta mann eiginlega bara að fara að hlakka til að fá pitstop og sjá smá hræringar. Þetta Já, það verður mjög spennandi að sjá hver fer fyrstur í pit af þeim sem að lenda ekki á vegg. Þannig að það gæti nú farið að styttast í kannski á Magga, hann á metrium, gæti verið að styttast í pitstop, en ég hugsa nú að séu nokkru hringir í viðbót hjá öllum sem á hard, allavega 15 hringir, eða ekki meira. Eða ég veit það ekki, hvað myndirðu að halda? Já, við eigum hvað 14 hringi eftir og við erum á 13. hring. Við erum það bil hálfnuð. Og við sjáum það alveg að mediumdekkinu Magga alls ekki mikið slitinn miðað við að þau eiga slitna hraðar heldur en harddekkin. Nei, hann að fara vel með þau. Við erum bara saman dekkinu hérna hans Magga með dekkinu hjá Diego. Þannig að þú sér það að sko Diego á harddekkinu að slíta dekkinu hraðar heldur en Maggi. Já, spáðu því. Maggi bara með alveg bara óvenju góð dekk miðað við. Nei, heyrðu. Er hann búinn að fara í pittin eða? Nei, held ég ekki. Hann að verða bensilaus. Já, nei, hann ekki búinn að fara í pittin. Nei, ég ruglast. Ég allt einu horfði á þarna tíman á hliðinni og fannst eins og blátt í þetta að vera búinn að fara í pittin, en svo myndi ég það bara hraðast ringurinn hans. Maggi alveg að verða bensilaus og keppnin tæplega hálfnuð. Já, hann þarf að hann fyllir bara tankinn, hann á alveg hring eftir á þessum tank myndi ég segja, sko. Já, þetta rétt steppur, en þetta sýnir nú að það ekki mikið til spara. Hraðasti ringur á Evu, 2.07 sléttar. Á harddekkinu. Á hard. Gefa Evu smá screen time líka, það er svolítið vera lítið að vera hjá henni að svona eiginlega einu á brautinni þarna í fyrsta sæti. Og Maggi farin í pitt. Fer í pittin þarna. Það bara engin ökumaður nálægt neinum ökumanni eins og staðan Nei, þetta líka rosalega löng braut. Heyrðu, bíddu, já, þetta er pitturinn hann sem var á. Ég sá eitthvað bíl stoppa þarna á mappinu og fattaði að þetta er pitturinn. Þetta var aðeins öðruvísi í tier 2 í gær. Það var bara ekki sekúndar sem að menn voru ekki 2 eða ekki 3. Það var bara stanslaus barátta þarna í tier 2 í gær. Ég var ekki og það var ekki mikið öðruvísi í tier 3 undir, sko. Nei. Og við sáum bara helmingina baráttunum, sko, af því við getum náttúrulega bara sýnt vist mikið í útsendingu, sko, en þú veist, það voru allstaðar allir að berjast. Þetta var rosalegt. Já. Og ef einhver mistað þeirri keppni, þá getið þið bara fundið hana á YouTube-rásinni hjá GTS Iceland og hort á hana. Hún hana síðan í gær ásamt tier 3 keppninni. Já, þetta gaman að þessu. Svo líka ennþá á Facebook spjallinu hjá okkur að þá er ennþá linkarnir uppi frá því að Guffi postaði streymunum í gær. Þannig að það er alveg hægt að fara á Facebook síðuna líka og finna allar upplýsingar sem þar og þar, sko. Já, þið finnið okkur undir GTS Iceland umræðuhópur og síðan líka til gtsiceland.com.
Þú veitir kannski að renna hérna snöggvast í stöðu í liðakeppni á meðan að lítið gerist í keppninni, en Supernova leiðir með 301 stig. Toyota Gazoo Racing er í öðru með 198, síðan er það Biko Racing með 171 stig, Nokko Racing Team í fjórðarsæti með 150 stig, síðan er það Carvel með 112 og þannig er það. Þannig er það. Heyrðu. Hérna er hann Siggi eitthvað í smá vandræðum, nýkomin út í pitt en hann var komin út af. Já. Nýjum hardvekkjum. Eva er búin að hringa hann. Já, nú er farið að blikka bensínljósi hjá mörgum. Hannes er að spara bensíni betur heldur en Eva. Hann er ekki komin á rautt, en Eva og Diego eru bæði komin á rautt bensínljós, þannig að þau þurfa að fara að huga að því að fara í pittin eftir allavega hringaði svo. Já, það kemur ekki óvart að þau fari í pitt eftir þennan hring. Svona til þess að nýta mediumdekkin mest, sko. Algjörlega. Svona Diego að hringa hann Sigurður greinilega að standa sig vel í að fylgja bláu flöggunum og hleypa fram úr þegar að hraðir ökumenn eru að koma. Þannig að það er gott að sjá að hann er ekki að þvælast fyrir henni eins og Liz. Hannes alveg að ná honum líka. Jónægir er komin í 12. sætið, vinnur sér hægt upp listan. Hann byrjaði keppnina vel, en svo fór þetta bara allt út og suður á einu hring eiginlega. Já. Alveg svakalega óheppni hjá honum. Já, það bara gerist allt sem ekki átt að gerast, sem endaði með því að hann keyrði á ólíklegasta stað í heiminum á vegg. Ég þarf ekki að fá að sjá þetta eftir keppnina, ég bara skildi ekki. Já, En ég sá þetta ekki. En Eva er komin í pitt. Eva fer í pittin hérna og Diego líka. Eva með 5% af bensinni, Diego með 4%, Hannes með 8%, Það er bara allir í pitt núna. Gunnlaugur með 3%. Það var bara allir ákveða. Já, þetta virðist vera mjög svipað strategi hjá þeim öllum. Bensínið býður eiginlega ekkert upp á annað en bara þetta strategi. Keyra tankinn tóman og fara svo með medium. Já, nákvæmlega. Þá er Eva farin út í pitt. Kemur út úr pitt með 6 sekúndur á Diego. Og Davíð Rúnar þriðji. Beitu Hannes. Hann er eftir að fara í pitt. Hann á eftir að fara í pitt, ok. Það ætti að gerast í lok þessa rings, þá fara hinir að detta í pitt. Þá fáum við raunstöðu á málana. Það er kannski vert að nefna styrktaraðila GTS Iceland. Það er Otto Center, Mitt Stöf, Antons Mamma Mia, Tasty, Nokko. Er ég að gleyma einhverju nokkuð? Og shoutout á Morgunblaðið fyrir að skrifa grein. Pitturinn, hann er awesome líka. Þannig að, já, Tasty var einmitt að auglýsa eftir að fá ökumenn. Þeir vilja sponsa lið og það er alveg frábært að fyrirtæki vilja taka þátt í þessu. Já, þeir vilja sponsa lið sem sagt í tier 1 og 2, eða ekki? Jú. Ég þori ekki að fara með það, en þeir voru allavega að leita eftir liði til að sponsa. Hugsanlega hefur réttur þér. Þori ekki að fara með það. Sjáum við, ég er núna að fylgjast með Magga Ingóls og Dotta. Dotti er að taka fram úr Magga liðsfélagi sínum. Hannes líka og Davíð Rúnar. Hannes er hérna að
kominn fram úr Davíð Rúnari. Já, hann náttúrulega á fresh medium dekkjum en Davíð Rúnar Já, þeir eru ekki að sama. eftir að fara í pit. Já, og þarna fer hann inn, þannig að þetta var tímabundin gleði. En liðsfélagin á Corvettunum, þeir líta vel út hana. Nú Doddi í aðeins betri stöðu heldur en Maggi þegar kemur að dekkjum. Já, vissulega. Þeir hafa tekið alveg rosalega ólíkt mikið af bensíni í félagarnir. Ég velti fyrir mig hvort að Doddi hafi tekið á lítið. Þetta allt og lítið til að klára reysið. Ég er pínur hrættur það ef ég horfi á bensín hjá öðrum ökumönnum þá... ég geti trúið því að þetta geti orðið... Reykist mögulega okkur taka. Þetta geti kostað hann 15 sætið. Gæti farið svo. Það sem að hann verður að skipta yfir á harddekkin þegar hann fer næst í pit. Hann núna á medium stundinu sinni. Já, þetta áhugavert. Og hann er að setja fjólubláan tíma á létta bílnum sínum. Já, en það ekki vegna þess að Eva ekki ennþá búin að tapa tíma sinn. Hugsanlega. Hún á útring núna eftir að hann nei, hún ekki útring núna. Hún búin að taka eitring eftir að hann pittaði. Purple is purple, man. Hún á svakalega fjólubláðan hring núna, sko. Já, það. Hún í toppformi, stúlkan. 5 sekúndur í Diego, 3 sekúndur í Hannes. Spurning hvort að Hannes gerir allu. Kingstar aðeins búin að missa Hannes frá sér smá, en þetta allt opið að þá. Það svona nokkuð... Já, þetta góður punktur sem Ívar kemur með í spjallinu hérna að þú getur náttúrulega farið inn í pit án þess að skipta dekk. Þú getur alveg komið út á sömu medium dekkjum og fórst inn á bara til þess að fá meira bensín. Það alveg hægt. Það hægt. Og dekkin mun alveg örugglega duga keppnina fyrir hann, en það getur vel verið að hann geri það. Það spurning hvort hann viti að því. En það mun samt kosta hann alveg gríðarlegan tíma að fara í pitinn. Já, það alveg sinni, sko. Þetta alveg... Dekkja umskiptin sjálfur sem ekki svo tímafrek. Það aðalega innkeyrslan og biðtíminn. Já. Já, þetta En líka, sko, það sem ég var að hugsa hérna hringirnir sem hann þarf að keyra eftir hann fer í pitinn, sko. Já, ég lenti í þessu daginn bara fyrir við vorum að æfa því við keyrðum 20 hringi. Og ég fer inn í pitinn og að hugsa hvað ég taka mikið bensín. Og ég hugsaði bara, það 10 hringir eftir, keppnin hálfu. Ég tek bara halvan tank, ving, bara búm. Svo hugsaði ég eftir á, já, en ég var búinn með meir en halvan tank. Þannig að það ekki logík að hugsa hálfkeppni hálfu tankur, sko. Það svo margt sem getur ruglað mann þegar maður að keppa. Maður stressast og hugsast þetta ekki alveg logík, þannig að þú veist, það spurning hvað hann var að pæla, en hann gæti þurft að fara að spara bensín. Við sjáum hérna að Hannes komið með hraðasta ring, 2.06.0. Sæll, þetta lítur vel út. Þetta samt ekki hraðari heldur en tímatekur ringurinn hjá Evu, þannig að það má alveg búast að þetta lækki meira. Fyrst að við erum með Ívar í spjallinu hérna og kannski segja mér, hvað var aftur nákvæmlega ringurinn sem að þú tókst í keppninni í gær? Hraðasti ringurinn sem þú tókst? Það var eitthvað 2.05 eitthvað eða ekki? Ég man ekki nákvæmlega hvað það var, en það var eitthvað svakalegur tími þetta. Fabulous, það var fabulous. Já, þetta lítið að frétta eins og staðan Þetta virðist gerast reglulega í þessum TR1 keppnum, finnst mér að það verður bara alveg rosalegt bil á milli ökumanna. Já. Þegar líður á keppnina.
nú bara þannig. Ef við ekki bara tala um formúluna bara. Hvað segirðu, Max skallinn alltaf bara eitthvað að keyra? Nei. Hann segir hérna, það var 2055 sem að Ívar fór á. Þannig að það er alveg hálfri sekúndu hraðari heldur en hraðasti hringur er komin hérna í kvöld, sko. Þannig að það er spurning hvort að, nei, heyrðu, fer Jónægir aðeins út í vegginn þegar þeir fylgjast með hann. Já. Fær 2 sekúndu penalty fyrir það. Ef það er að fjólubláum hring er að bæta sig 0.25, þannig að Það er svoleiðis. þetta geti farið að detta niður. Þessi tími, hún er náttúrulega á léttari bíl heldur en til dæmis þegar hún sett í tíma í tímatöku, þannig að út frá því ætti hún að bæta tíman. En það er náttúrulega líka eitt að vera í keppni og annað í tímatöku. Já, já. Þetta, maður heldur í 1 sekúndu að Hannes sé að nálgast Diego, en svo er afturbilið komið í 3-5 næst þegar maður tjekkar á þeim. Þetta er svona, eins og segið, það er ekkert að frétta eins og staðan er, heldur þetta er bara nokkuð öruggt. Eva í fyrsta sæti, Ævar Valur Diego er annar, Hannes er 3. og Gunnlaugur er í 4. sæti og síðan er slattabil eða 15 sekúndur í Dodda. Hann er að gera góða hluti. Ekki mjög góða hluti, sko. Fyrir utan, hann er í bensínvandræðum strákurinn. Ég held ég geti leyft mér að fullyrða það að hann klári ekki 7 hringi viðbót á þessum tang. Nei, þetta eru, 2-3 hringir eitthvað svoleiðis, mesta lagi. Jafnvel þótt hann myndi byrja að fuel seifa, þannig að já, þetta er leiðilegt því að hann er hér að ná alveg frábærum árangri í sinni fyrstu TR1 keppni með liðsfélaga sinn Magga réttur aftan sig og staðan væri sennilega bara nákvæmlega eins og allt liti vel út ef hann hefði sett nægt bensín á tankinn, en hér erum við með 7 hringi eftir og we got emergency. Það virðist nú samt vera að koma upp smá staða að við getum verið að fara að sjá hann Kára ná honum Magga. Hann er komin inn að rétt rúmlega 1,5 sekúnda á milli hans og Magga núna. Maggi náttúrulega á hardekkinum. Það er ekki að spyrja þig þegar að vantar aksjón í sjónvarpi, þá kemur Kári og reddar málunum og byrjar að pressa einhvern. En það er sko, þetta geti þýtt það að fyrst að Doddi þarf að fara í pittin aftur. Að Kári gæti, ef hann nær fram úr Magga, sem finnst nú alveg mjög miklu líkur á að gerist það sem hann er á medium dekkjum. Þá erum við að tala um 5. sæti. 5. sætið, já. Þannig að þetta Hvar var Kári aftur í tímatöku? Var hann ekki frekar aftanlega? Já, núna ertu að spyrja erfiðra spurningar. Ég er farin að hallast að því að ég kjósi Kára sem driver of the day, því að hann er að vinna sig upp listan og hann er svo eini sem er búið að vera gaman að horfa hérna síðustu 20 mínútunar. Það er svo eini sem er að taka fram úr einhverjum hann. Já, ég ætla samt sko sá sem mér finnst vera svona skara fram úr miðað við hverju maður var að búast við að það myndi ég segja að væri Diego, sko. Já, hann er að þetta er stökku upp á við fyrir hann. Það er alltaf erfitt að taka driver of the day af Evu sem að er bara í 1. sæti. Hún setur hraðasta hringi í qualifying og hún er í 1. sæti allan tíman. Það er í kjölfari ekkert mikið screen time og ekkert mikið action, en það er bara vegna þess að hún er bara langt besti ökumaðurinn hérna. Já, vissulega. Keppni. En driver of the day þarf nú ekki endilega að vera hraðasti ökumaðurinn af því að 1. sætið er verðlaunum fyrir það. Jú, vissulega. Þannig að það er oft svona smá einstaklingssigrar sem að hugsanlega, þú veist. Já, og þess vegna segi ég að Diego finnst mér að vera svona góður kandidáti í driver of the day. Ég myndi gefa honum þetta. Já, ég er sammála. Mér finnst Diego vera kandidat í þetta. Mér finnst Kári líka vera kandidat í þetta. Og ef að Jónægir hefði náð að vinna sig upp í topp 10. Kíkta á þetta að
Gunnar Ágúst hefur kíkt á þetta sem er mynd í Team Nokko líka í TR2 að hann segir að Kári byrjar í 10. sæti og er þá ef hann nær 5. sæti að fara upp 5 sæti í þessari keppni. Það er mjög vel gert. Það er nefnilega mjög vel gert sko. Fyrir utan það sko eins og ég segi sko að við værum ekki búin að vera að horfa á mikið aksjón síðustu hálftíman ef að Kári var ekki búin að vera í baráttum hér og þar. Já. En eins og ég segi, Kári er ná að minnka bilið í Magga en kannski ekki alveg nógu hratt. Maður hefði viljað sjá þetta minnka meira og hraðar miðað við að hann er á 90 dekkinum og Maggi er á hard. Þetta er rétt rúm sekúnda, 1,4 sem er á milli þeirra og Dotti kominn í pitinn. Það þarf að skvetta smá á tankinn. Já, það er bara 2% eftir sko. Það er aldrei dugað sko. Ég finn til með honum. Mjög svekkjandi fyrir hann að lenda í þessu. Já, eða hvað. Við vitum ekki hvort hann misreiknaði sig eða hvort hann ýtti óvart á X-ið og fór út úr pittinum meðan var verið að setja bensín á. Það var allavega eitthvað miss. En við höfum öll lent í þessu ábyggilega einhvern tímann. Ég þurfti að taka auka pitstoppinu sínu alveg að manns þegar ég gleymdi að taka bensín. Ég ýtti svo hratt á takkan að ég ýtti óvart tvisvar. Jú, það getur allt gert sko. Þetta er að stefna í baráttuðina hjá Kára og Magga. Communication við pit crewið. Það er aðeins að minnka bilið hjá Hannes og Já, Diego. ég tók eftir því nefnilega. En þú veist, við erum ekkert alveg mikið sko. Það er bara, það er komið rétt hæpa 3, það var rétt rúm 3 fyrir nokkrum hringum síðan. Þannig að þetta er mjög hægt að gerast. Þeir eru að keyra mjög stöðugt. Það er dýrkeypt að gera mistök. Þetta er ekki mikill tími. Þótt þetta sé öruggt, þú veist, á brautinni eins og staðan er, þá má ekki út að bera, þá hverfur þetta. Já. Og sama með Evu, hún er með 6 sekúndna forystu en ein mistök geta breytt öllu. En hún er nú ekki þekkt fyrir að gera mistök. Það kemur nú samt fyrir alla. Já, hann er aðeins að nálgast hann Kári líka. Þetta er komið í 1 sekúndu. Tæpa. Já, þetta verður spennandi en ég ætla að prófa svolítið skemmtilegt að sjá hvort ég nái því. Ég ætla að sjá hvort ég geti hent í Driver of the Day bara í chatinu. Enda í ökumaður dagsins Súlu. Já, hvort að með text það. Já, það eru tækninýjungar hér í beinni útsendingu. Já, þegar það er svona lítið að gerast í reysuna þá finnur maður sér eitthvað til þess að gera með hann. Reyna að fá áhörundina til að taka þátt í þessu. Já, Bailey er komið í 2,5. Það eykst spennan hér. 4 hringir eftir. Þetta er ennþá möguleiki fyrir Hannes. Heyrðu, þetta er nú mikill skellur. Ég fæ bara að setja 4 valmöguleika. Þess. Ég set á þessa 4 sem mér finnst líklegast að myndu vera koma til greina og þá kannski látið þið mig vita ef að ykkur finnst að einhverjir aðrir ættu að vera þarna. Skoðanakönnun í beinni. Já,
komin að stað. á YouTube. Kjósið þið nú. Það eru 5 hringir eftir hérna. 3. Þetta líður, en þetta er komið í rétt rúma 2 sekúndur. Hannes er alltaf Diego. Það er svona séns að við sjáum smá baráttu þar á síðasta hring. Og sama með Kára og Magga, en það virðist bara vera að haldast bilið hjá þeim í 1,2. Já. Þannig að Maggi er að gera bara hörku góða hluti í 5. sæti á vettunni. Það er bara respekt á það, vel gert. Já, hann er að ná að halda Kára fyrir aftan. Dekkin hjá Kára er náttúrulega orðin alveg mjög slitin, sko. Það virðist vera svolítið munur á því hvernig menn er að fara með dekkin hérna. Já, og bílið er að minnka. Þetta er komið undir 2 sekúndur, Hannes og Ævar Diego, og það gæti hugsanlega eitthvað verið að gerast þarna. Hann þarf að halda hausan Ævar og má ekki hugsa svo mikið Hannes fyrir aftan sig. Hannes er að standa sig vel hérna. Hann er að minnka bilið alveg skuggalega hratt í Diego. Diego er á meira slitnum dekkjum eins og er orðin hefð hjá honum. Já, vissulega, það er rétt. Þegar við tölum Hannes þá tölum við dekkja kvíslaran af því að hann fer svo vel með dekk. Þegar við tölum Diego þá erum við að tala dekkja böðulinn. Já. Þeir eru alveg á sikkurum skalanum þegar kemur að dekkjaæðslu. En það er nú samt alveg þvílíkur árangur hjá Diego að ná að halda sig svona ofalega miðað við það að vera að fá þessa nafngift að vera að dekkja böðullin. Það er náttúrulega í góðu ganni sagt, sko, en ekki kannski ástæðulausu, sko. Það er smá alvar í grínunu. Hann eyðir dekkjum svolítið vel, hann veit það alveg. En hann er að vinna í þessu, þetta er minna heldur en síðast. Og hann er í öðru sæti, þannig að barnandi mönnum er best að lifa og hann er að taka miklum framförum, finnst mér núna, frá síðasta tímabili og í lok síðasta tímabil. Það er svona eins og hann sé að finna loksins setupið sem hann fílar á bílnum, búinn að vera svolítið týndur í setupi svona fyrir par tímabils, en er hérna að fara að gera alveg rosalega atlögu að 5. sæti sinni meira. Bílið er komið undir sekundu núna. Það er vantar bara hvað hann vantar 0,100 að komast niður í slipstreamið. Bara 100asti og þá er hann komin í slip range. Og við erum að horfa á það að þetta er að gerast hérna þegar að það eru 3 hringir eftir. Já, 2,5 kannski. Já, sko, hann er rétt fyrir utan slip range núna, en ef hann tekur beygjuna alveg fullkomin núna næst, þá hugsanlega, hann er komin í slip range. Það er svoleiðis. Sjáum hvernig hann kemur út úr beygjunni. Þetta er að fara að gerast. Hann er miklu nær en ég átti von á. Það bara hvarf 0,7 sekúndur þarna á smá kafla og nú er hann bara í blússandi slipstream sem að setja hann í alveg príma stöðu til að reyna framaræstur í komandi beygju. Komin innan á hann og lær Maggi að undirkötta. Hann reynir. En Kári hefur bara, þó hann sé með slitin dekk, þá hefur hann meira grip í medium dekkinum. Já, vissulega. En þessi slagur er ekki búinn, sko. Nei, bensin er nú alveg kræfur á dekkin. En enga síður, medium, sjáu þetta. 2 hringir eftir, komin á beinakaflan og Maggi er bara í slipstöðu og vettan, hún hefur hestöflin. Sjáu þetta, hún áttur að þjóta fram hérna. Þannig að bing bara bú. Það er allt í henni virkar ekki inn í bílinn. Kári bremsar seinna. Hann örstutt stund var Maggi komið fram fyrir, en Kári var seinni á bremsunum. 2 hringir eftir, þetta er glæsileg barátta hérna.
Þetta gefur okkur smá spennu hér í lokin. Maggi er komin hérna fyrir innan. Það er smá kontakt út í beginni. Kári er ennþá með innri línuna í stigstökkinu þarna niðra við. Þetta er kaflinn sem ég talaði um í byrjun og væri bara alls ekki hægt að fara 2 hlið við hlið í. Nei, þarna vægir svo vitið hefur og ákveður að geyma tilraun til framræðstjórs þangað til að þeir komið hér upp á þannig kafla. Hér er gott slipstream. Þarna er Kári að hafa smá advantage á dekkjunum hjá sér. Klálega. Þrátt fyrir að þau eru orðin svona slitinn. Það hjálpar Magga að vera á kraftmiklum bíl og það eru langi beinikaflar. Bólandi hann út úr beiginni. Sjáu þetta! Það má hann að passa sig að fara ekki ósnemma. Hann þarf að ná út kesslinni. Og hann gerir það í slipinu. Kári hann er bara að keyra eins defensive og hann mögulega getur. Sjáu þið hérna, þetta er algjörlega glæsilegt að horfa á. Maggi kom inn í línuna, er í rauninni komið fram úr en nær hann undercuttir núna hann Kári. Nei! Hann Strjúka kastar bílnum hann aðeins á hliðina. Strjúka hvern annan. Og Eva er komin á síðasta hring og það er sekúnda í Diego þannig að það er ekki ennþá barátta þar. Hann er sérlega nálgast en þetta er heita baráttan, Maggi og Kári. Lokahringur. Horfðu á þetta, ég ætla að fylgjast með Hannesi til þess að láta þið vita ef hann kemst í færi. Endilega. Og svo svissum við náttúrulega á Evu og sjáum hann að koma yfir ásmarkið. Þú kannski lætur mig vita já þegar það er að fara að gerast. Já. Ég ætla að reyna að fylgjast með þessum slagi hér og meðan. Það virðist nú, já, það er allt ennþá að gerast hérna. Það er ennþá allir möguleikar opnir þó að Kári sem aðeins búinn að dragast hérna aftur úr. En sko Davíð Rúnar er líka komin bara þokkalega nálægt sko. Já, hann er búinn að vera að nálgast á meðan þeir eru að slást. En á seinasta hringnum þá hugsa ég að það sé nú ekki bara að duga til. Hannesi bara rétt sekúndu fyrir aftan hérna. Við erum að koma inn á lokakafla. En hann er ekki í færi til að reyna framúrakstur. Ég held að hún sé óætt að svissa bara inn á Evu núna. Þetta er bara orðið klárt. Hún er að taka þetta. Glæsilegur akstur hjá Evu Maríu í kvöld. Hún átti þessa keppni skuldlaust. Ein beygja eftir Team Supernova í fyrsta sæti. Þetta var hörku akstur hjá Evu og mjög sannfærandi sigur eins og við erum farnir að verða vanir að sjá hérna hjá henni. Já. Og Diego klárar í öðru sæti, glæsilegur akstur hjá honum. Stutt í Hannes samt. Stutt, réttur sekúnda. Það er spurning, er Diego driver of the day? Hvað segir könnunin okkur? Þá skulum við loka þessari könnun. Og Maggi og Kári er ennþá að berjast. Við erum ekki búnir með þetta. Kári er á undan. Það er ein beygja eftir og Maggi er alveg í skottinu á honum. Hvað gerist síðustu beiginni? Nær Maggi. Hann þarf að koma bara betur út úr beiginni. Það er eina vonin hans. Og gerist hvað? Ó já! Hvað er að gerast? Nei! Kári nær að halda þessu. Vá! Sjætturinn. Haha! Geggjuð barátta. Davíð Rúnar í 7. sæti. Doddi var með 5. sætið. En glimti bara að... Glimti ef það ítt og snemmt. Það klikkaði eitthvað bensínstoppið hjá honum og hann þurfti að koma aftur inn og bæta smá eldsneyti á bílinn og tapaði þar að leiðandi 3 sætum við það sem var því og miður því hann átti flott reis í sinni fyrstu keppni í Tier 1. En það var Kári sem hirti 5. sætið af liðsfélaga Dodda, Magga Ingóls. Rosaleg barátta hjá þeim hérna á síðustu hringjum. Og það má eiginlega segja að Kári hafi svolítið reddað þessari útsendingu hjá okkur því að það var ekki mikið aksjón eftir fyrstu hringina fyrir utan allt aksjónu sem að Kári færði okkur. Þannig að bara vel gert Team Loco. Klikka aðeins hjá mér á þessum poll hérna að skipta yfir á aksjónið.
Við afslutingur af því. En hér sjáum við listan. Það er Eva sem að trónir það refst á tóknum. Og Diego, Driver of the Day. Vel gert. Já, niðurstaðan úr pólunum er Diego með 46% atkvæða og Eva með 30% atkvæða, Kári með 15% og Hannes með 7%. Þar hafið það gott fólk. Mjög góður endir og mjög góð fyrsta keppni ásins. Svolítið rólegt þarna á kafla en klikkaði ekki undir lokin eins og það var við að búast. Kári náði að fara upp 5 sæti úr 10. yfir í 5. Jónægir náði upp í 11. sæti eftir að hafa dottið niður í seinasta eftir að hafa snert 1 pixel á vegg sem er við hliðin á pittinum. Og já, Eva náttúrulega sigraði mjög sannfærandi með hraðasta hring í tímatökum. Hannes tekur hraðasta hring í keppninni. Já. Og Diego slítur upp Supernova 1-2 sigurunum sem við erum búin að vera að sjá seinustu skipti og fær fyrir það Driver of the Day. Áhugavert líka að Tier 1 ökumenn náðu ekki að bæta hraðasta hring hans Ívar Eyþórs frá því í gær í Tier 2, þannig að Ívar, vel gert. Já, vissulega. En þetta var flott. Já, það er rauninni, ég sé það hérna eftir og ég hefði rauninni átt að bæta kannski Magga Ingóls við í hennan pól þarna í Driver of the Day en hann stóð sér alveg feikir fyrir fyrstu keppninni í Tier 1, sko. Ég sammála þar, en ég held samt að við höfum endað með réttan mann sem Driver of the Day, þannig að no harm, no foul, allir þeir sem voru tilmyndir pluss Maggi og Dóri því átti geggja reis á vettunni, ánæði með ykkur. Og mér hlakka bara til að sjá næstu keppni sem verður í Ástralíu á fjallinu, Mount Panorama. Nákvæmlega, ég líka. Við sjáumst bara eftir 2 vikur. Ég þakka fyrir áhorfið og endilega kíkið á Facebook síðuna hjá okkur, GTS Iceland umræðuhópur og á heimasíðuna líka, www.gtsiceland.com. Algjörlega, takk fyrir. Þökkum fyrir okkur í kvöld.